Fæddur á Sogni í Ölfusi. Það var kotbær nálægt Gljúfri. Langt síðan það lagðist að sem bújörð en nú frægt samt frægur staður, bæði sem gistiheimili geðveikra glæpamanna og síðan var S.A.A. rak þar starfsstöð líka lengi. Já, ég fæddur þar 1945. Ég hef aldrei veit ekkert hvernig húsið var sem að við byggum í og ég hef ekki séð mynd af því eða neitt því um líkt. Þetta var eins og ég segi kottbýli svona, þarna út frá Gljúfri sem var höfuðbýli, þarna einarlega í Ölfusinu. Við erum 11 systkinin, já, og elst Bjarney, hún fædd 1938, fædd austur í Hornafirði. Einar Páll fæddur 1940, Örn 41, Gunndís fædd 43 og ég sem sagt 45. Bergrún fædd 47 og Hugborg 49. Trausti Þór fæddur 51. Álfheiður 53. Hróðmar 57 og Ásdís 59. Þau eru dáin tvö, sem sagt Hróðmar og Álfheiður, dóu núna nýlega, þannig að við erum 9 eftirlifandi. Tengsl okkar við Hornafjörð yfirleitt, allt okkar kyn úr Hornafirði. Bæði mitt kyn og mömmu ykkar, Pálínu. Þannig að þau eru ættuð af Mýrunum og úr Suðursveit. Mamma fædd í Hólabrekku á Mýrum, sem sagt dóttir Margrétar Benediktsdóttir frá Einholti og pabbi hann fæddur á Gljúfri í Ölfusi að ég held eða einhvers staðar þar nálægt allavega. Þau foreldrar hans voru flutt suður þegar hann fæddist og hans sem sagt móðir Pálína Benediktsdóttir. Þær voru systur, Margrét og Pálína. Þannig að þau eru systrabörn, voru mamma og pabbi. Nánast allt okkar kyn þarna af Mýrunum og úr Suðursveit. Og pabbi kemur svo þarna ungur maður, hann fór þarna ríðandi við annan mann að ég held, austur yfir Vötn og þau giftu sig þar í frægu brúðkaupi, ferföldu brúðkaupi. Það var mikil veisla og lengi í minnum höfð þarna á Mýrunum. Pabbi vann alla sína tíð sem verkamannavinnu og sjómannsstörf. Var eitthvað á sjónum og í fiskvinnu og ýmiss konar verkamannavinnu. Mamma var alla tíð bara húsmóðir, enda ærin starfi að hugsa stórt heimili, 11 börn. Við vorum að vísu aldrei 11 heima að ég held, ekki í einu. Við fluttum sem sagt frá Sogni og niður í Hveragerði og þar vann hann svona hin og þessi störf og ásamt með verkamannastörf niður í Þorlákshöfn og var eitthvað á sjónum líka. En ég held að hann hafi nú samt verið mestmegnis í landi. Síðan var hann starfsmaður við Írafossvirkjunina upp við Sog og þaðan fluttum við svo á Selfoss þar sem hann fékk vinnu hjá Mjólkurbúi Flóamanna og vann þar þar sem hann átti eftir á starfsævi sinni sem voru nokkrir áratugir. Hornafjörður var alltaf dálítið svona eins og heima hjá mér. Ég var búinn að vera 3 sumur í sveit, sur á Mýrum hjá Eyjólfi móðurbróðir í Kiljuholti. Haustið 63, þá flutti ég þarna austur og árinu eftir þá hitti ég fyrst mömmu þína heima hjá Ástu móðursystir. Var að vinna þá á Hótel Skálholti sem hét. Það var lítið hótel, kallað Hótel Skakki. Síðan ágerðist svona kunningsskapur eins og gerist og gengur. Við trúðum okkur afmælisdeginum 1965 og giftum okkur svo haustið 1966. Rétt náðum því áður en þú komst í heiminn.
Við byrjuðum okkar búskap á Tjarnabrúnni heima hjá þeim Gunnu og Hirti og fengum þar, það var svona eins og lítið eldhús og eitt herbergi. Síðan fluttum við svo á loftið hjá Ástu, móðursystur minni, áður en svo fluttum að Valgirsstöðum. Ég vann lengi við smíðar, húsasmíðar og aðalega svona í útivinnu, mótauppslætti og að mikið að setja á þök á hús og annað því út allar sveitir. Líka nokkuð í fiski. En ég fór þarna einu sinni á eina netavertíð og humarvertíð eftir að við fluttum í Borgarnes reyndar. Ætlaði að reyna að verða mér út einhvern pening til þess að fara með á skólan út í Danmörku. Og var þá svo ljónaskoti heppinn að fá einhverja allra lélegustu netavertíð í sögu Hornafjarðar. Þannig að humarvertíðin gaf nú svolítið en ég kom ekkert voðalega ríkur út úr þeim. Við fluttum í Borgarnes vegna þess að mig langaði til þess að læra mjólkurfræði og sótti það í austur á Höfn að fá að læra þar en komst ekki að. En Gísli Arason, frændi minn, sem var þá mjólkurbússtjóri, hann fékk pláss fyrir mig sem lærling í Borgarnesi. Það var í rauninni bara tilvíðunum háð, það var líka laust pláss á Blönduósi. Við fórum frá Höfn að morgni á skótanum okkar sem ásamt með Valgeiri, mági mínum, sem átti vörubíl og var með búslóðina í gám aftur á palli. Og þetta var á þessum árum náttúrulega mikið, þetta var rétt árið áður en að brúin kom á Skeiðará. Skótinn var keyrður á vatnatrukk yfir og hann dró vörubílinn. Síðan var haldið þarna vestur eftir Suðurlandinu og við vorum komin einhvern tíma undir kvöld á Selfoss, þar sem við gistum svo. Þessi ferð frá Höfn og á Selfoss tók ábyggilega augað úr deginu, ég man það ekki, en við vorum allavega mjög lengi á leiðinu og þetta var svona þó svolítið öðruvísi að ferðast þá heldur en nú. Þú ert fæddur meðan við byggum á Tjarnabrúnni hjá Gunnu og Hirti. Fæddist þar seint nótt eða eiginlega undir morgun að morgni 29. desember 1966. Friðrik fæddur þar líka. Ég held satt að segja að ég hafi verið að spila á dansleik þegar hann skaust í heiminn þarna í október, 23. október 68. Gauti fæddur 8. janúar 73 fyrirgefðu á Valgirsstöðum. Svona árla morguns, ekkert mjög snemma, ég var farin í vinnuna út í mjólkursamlag þegar og átti mér einskis ilsvon, ef svo má orða það, þegar ég fékk skilaboð það að Gauti væri komin í heiminn. Og svo leið og beið nærri því 8 ár þangað til að Gunnar Sigga fæddist og þá vorum við flutt í Borgarnes og hún fæddist út á Akranesi á sjúkrahúsinu þar, svo eina sem fædd á sjúkrahúsi. Já, nei. Það kom ekki fyrir löngu seinna. Ég var ekki viðstaddur, þannig lagað ekki viðstaddur neina fæðingum. Ég var svona í næsta herbergi og fylgdist með baráttunum þegar þú fæddist, en að öðru leyti vissi ég ekkert þetta. Það svona einhvern veginn í minni minni og þegar við sitið í stigatröppunum upp á loft þegar ég kom heim, þannig að þegar Gauti fæddist, að þið hafi sitið þarna bræður. Já, og fórum svo bara daginn eftir til þess að kíkja á afraksturinn. Það var þá sem að Gauti misti vatnið. Hann tók mjög mikinn þátt í, hann var náttúrulega að verða 8 ára þegar hún fæddist og tók alveg fullan þátt í meðgöngunni og allt það.
og mamma eins og gerist gengur með konur sem eru ófrískar að það safnaði svolítið bjúgur á líkamann svona og hann var ekki frá því að hann var bjúgu hingað og þangað og honum líka alltaf að spekulera í þessu eitthvað og svo þegar allt þessu kom að seint kvöld þá segir mamma allt í einu Grétar, ég að missa vatnið. Og svo hringdi sjúkrabíl og hún fer í burtu og við Gauti stöndum við gluggann og horfum á eftir sjúkrabílnum og þá segir hann, pabbi, missi ég líka vatnið? Fyrst þegar við komum í Borgarnes þá fengum við leigt í það sem hét í gamla Sparisjóðunum, rétt hjá Hótel Borgarnes, þangað til við fórum út til Danmerkur sko. Þegar við komum þaðan þá fluttum við í blokkaríbúð og vorum þar í 1 ár. Þá bjöggum við upp í sveit á Öndólfsstöðum, þangað til við fluttum svo í okkar eigið hús. Hún vann þarna tíma á hótelinu, Hótel Borgarnes, og svo í saumastofunni Hetti. Jú, reyndar var hún í prjónastofu líka þarna eitthvað. En hún var lengi í Hetti, sem var svona skinnasaumastofa, sem hafði skinnhúfur og jakka og lúffur og eitt og annað því líkt. Haustið 75 þá förum við þangað og erum þar þangað til vorið 1977, voru þarna tæp 2 ár og bjöggum þá á Óðinsvéi Hálfheims, aðalumferðargatan út úr Óðinsvéi og niður í Sveinborg og þangað, niður á Ferjustaðir. Þannig að það var þungumferð þarna. Þetta var fyrst og fremst bóklegt. Það var þarna svona þjálfunar mjólkurbú við skólann. þar sem var hægt að, við vorum að gera osta svona bara eins og þjálfun, þetta ekki treyningsmeiri, og það var sem sagt að strokka þarna smjör, búa til osta í litlum körum. Ekki hjá mér, ég geri nú ráð fyrir að hafa verið heimþrá í fjölskyldunni svona eins og gerast og gengur, og auðvitað hugsaði maður heim, en ég minnist þess ekki að hafa haft neina svona sérstaka heimþrá þannig lagað, og ég kunni býsna vel við mig þarna, og ég held satt að segja að fjölskyldan hafi unnað þarna svona þokkalega. Það var póstur. Við töluðum nú nokkrum sinnum, en það var eins og segir býsna mikið öðruvísi þá, þetta var svona erfitt og kostaði úr manni bæði augun, rándýrt. Ég mæði að Jóhannes sem bjóð þarna við hliðina okkur í sama húsi, hann var með síma. Við fengum að hringja hjá honum held ég tvisvar sinnum þann veturinn sem hann var þarna, og þetta var gríðarlegu peningur af þessu. Við vorum ekki með neitt síma, sko. Nei. Þegar að við vorum að fá símaboð að heiman, að þá kom boð frá símanum í Danmörku sem sagt að mæta í annarkvort á símstöð, eða við gátum líka farið upp í skóla og hringt þaðan. Það var svona símabox þar. Það svo sem, eins og gerist margs að minnast, sko. Þetta var erfitt og óttalegt basl á okkur. Við vorum ekki rík þegar við fórum og urðum ekkert rík þarna úti heldur. Mammaðin fékk að vísu ágætis vinnu og vann, má segja, fyrir okkur svona meginu af tímanum eftir að hún fékk vinnu þannig í saumastofu að sauma tjöld. OBI hét verksmiðjan, það er sem sagt Odense Bindigarn Industry og þau saumuðu mikið og saumuðu tjöld með annars, og hún vann þar sem sagt fullan vinnudag alveg seinasta árið og kannski meira, þannig að það svona bjargaði okkur alveg gjörsamlega því að við vorum skítblöng. Já, við liðum aldrei skort, sko, eða þannig. Einu sinni sendi ammaðinn Gunnar Valgeirs okkur gríðarstóran pakka fullan af saltfiski og við lifðum á saltfiski í fleiri vikur. Það var mikil náðargjöf.
Ég man eftir því það hérna minning í tengslum við það að ég var með saxófónum minn, átti Frans Kanselmer náttúrulega sem alveg aldrei stýrgripur sko á hann ennþá. Fór með hann með mér þarna út, ekki til þess að spila fyrir Dani heldur kannski svona í aðra röndina sem eins konar líftryggingu. Því að ég þóttist myndi geta fengið góðan pening fyrir hann ef ég seldi hann þar. Og ég fór eina ferð niður í bæ og labbaði á milli hljóðfæraverslana til þess að reyna að selja Selmerinn. Ég man eftir að mér var boðið fyrir hann í einu hljóðfærahúsinu eða versluninni svona svipað verð eins og nýr Yamaha hefði kostað. Yamaha saxófón. Og mér fannst það bara einfaldlega ekki nóg. Fór með hann heim og daginn eftir kom saltfiskurinn. Og það bjargaði saxófónum og okkur. Þannig að við höfum nóg að éta næstu dagana og vikurnar og ég og saxófónin ennþá. Fyrri veturinn sem við vorum þarna þá bjuggu þau hétu Glickmann, ég man nú ekki hvað þau hétu, það var sem sagt alveg eindælishjón par. Og þú manst kannski eftir, það var feiknamikil garðveisla einu sinni, hvort að hann keypti eða við keyptum saman öll lamb og hann heilstekti það yfir eldi út í garði. Og það var að argentínskum sið. Það minnist ekki líka mjög. Þetta var gott fólk og það var allt mjög gott fólk sem við bjuggum þarna með. Við bjuggum þarna í húsi, það voru 3 íbúðir sem voru sem skólinn átti og báða þessa vetur var bara því eindæma gott samkomulag í þessu húsi. Það var eitt eldhús með einni lítilli eldavél, eða venjulegri eldavél bara með 3 hellum. Einn ísskápur, svona eins og helmingurinn af, eða illa bara lítill ísskápur, svona. Ég hugsa að það hafi verið helmingi minni heldur en ísskápurinn sem ég á heim í eldhúsi núna, ef það bil. Og þessar 3 fjölskyldur, þær notuðu þetta eldhús saman. Það var aldrei nokkur tíma árekstur og ekki neitt. Allir elduðu, allir áttu sinn mat í ísskápnum. Þetta var bara þvílíkt sko kraftaverk í raun og veru sem þarna gerðist. En þau voru þarna sem sagt frá Argentínu fyrir veturinn og svo komuðu seinni veturinn Jóhannes og Rebekka, minni mig hún hafa heitað konan hans, og dóttir þeirra, ung, og bjuggu þarna seinna árið, sko. En bæði árin var Óli Arnar Kristjánsson og Svanhvít, konan hans, og þau áttu ungan son sem bjuggu þarna líka með okkur. Það voru nú býsna anskoti kaldir veturnir þarna. Sko, þó að það væri ekki nærri því eins kalt eins og hérna, það var í rauninni miklu kaldara, fannst manni. Það var svona bitur í kuldi þar, fannst mér. Og svo var náttúrulega, Húnerup skógurinn, hann var þarna bara í bakgarðinu hjá okkur, sko. Og við löpuðum oft þar í gegn og fórum þar til þess að, fórum labbandi þar í gegn og þá, við fórum oft í dýragarðinn. Það var svona lítið tífóli þarna, ekkert voðalega merkilegt. En dýragarðurinn var skemmtilegur. Það var sennilega, hafið þið verið og örugglega miklu betri í dönsku heldur en ég varð aldrei góður í dönsku. Ég náttúrulega, það voru mjög margir Íslendingar þarna og ég skildi hana þokkalega, ekkert mjög mikið umfram það, var aldrei góður að tala hana. Að vísu held ég nú að þeir hafi skilið mig þokkalega, sæmilega, en þetta var skelfileg danska alveg sem ég talaði. Við fluttum 77 í júní, komum við heim. Við komum sem sagt með gamla Smyrli. Hvort við komum að landi 17. júní eða hvort að við vorum, allavega var þetta mjög nálægt 17. júní sem við komum heim. Það eitt af því sem ég man svolítið, að það var það að koma heim undir Ísland og að það var snjór alveg niður í miðjar hlíðar, þannig að maður sá svona östfirsku fjöllin, hvít og tignuleg og falleg, en óskup og skeðum mikið kuldaleg samt. Mér líkaði það
í flesta staði bara mjög vel. Þetta var svona til þess að gera þreifalegt starf og skemmtilegt sérstaklega við að framleiða. Ég var kannski ekkert, það er ekkert spennandi að standa kannski við skilfundu eða eitthvað þvíumlíkt í háaða, en ostagerð og smjörgerð og annað þvíumlíkt var skýrgerð var svona, það var eitthvað, það gaf mann eitthvað, maður sá svona, það varði eitthvað úr því sem maður var að gera og maður gæti tekið á því og étið það. Það er eins og með allt. Ostur smakkast öðruvísi ef maður býr hann til sjálfur, heldur en ef maður kaupir hann út í búð. Þetta var nú kannski mér að kenna eða þannig að þegar við vorum út í Danmörku þá voru þarna, seinni veturinn voru þarna 3 ágætir menn frá Húsavík með mér í skólanum. Þorsteinn Björnsson, Hlífar Karlsson og Hermann Jóhannsson. Ég kunni ljómandi vel við þá og við erum ágætir mátar og heldum miklu sambandi eftir það. Það var satt að segja, bara að vera alveg hreinskilinn, orðið svolítið framorðið á mér í Borgarnesi. Ég hafði ekkert staðið mig allt of vel þar yfirleitt og það var kannski svona, ef að eitthvað hefur verið versta tímabil ævinnar þá var það kannski, voru það Borgarnesárin, óregla og ræfildómur svona almennur. Þannig að þegar losnaði jobb hérna, það byrjaði þannig að Hlífar hringdi í mig og spurði hvort ég vildi ekki koma hérna og vera hérna í sumarfríinu að vinna á rannsóknarstofunni. Og ég tók því fegins hendi og var hér sumarið í sumarfríinu 1986. Og svo bara rétt á eftir að þá fregnaði ég og hringir hann, ég man ekki hvernig það var, að ég fregnaði það að stúlka Sigrún sem var að vinna hérna á rannsóknarstofunni, hún var að hætta og flytja frá Suður og Selfoss. Og þar með var laust þetta jobb sem ég hafði verið þarna í sumarið. Ég sótti bara undir eins og fékk þetta. Fyrst átti þetta að vera, ég fékk ársfrí úr mjólkursamlaginu í Borgarnesi og átti þetta bara að vera í 1 ár, en það eru sem sagt þessi 34 ár liðin síðan og ég fór aldrei suður aftur. Sko, mjólkursamlaginu var lokað þarna 2002 sem að hérna þá sem sagt var þá var það endanlega lagt niður. Það var búið að sameina það í rauninni, sko, eftir að kaupfélagið fer á hausinn eða er lítið gjaldþrota og er leyst upp, að þá yfirtók KEA batteríið og þetta var í rauninni orðið eitt fyrirtæki, mjólkursamlag KEA og mjólkursamlag Kþ. 2002 förum við að keyra á milli, hérna við byrjum á því nokkrir, en svo að keyra á milli, en svo fækkaði smátt og smátt margir sem þeir settist nú að þannig inn á Akureyri fljótlega, Hermann og Jón Ingi, og við Sigurgeir keyrðum nokkuð lengi, 2 á milli, sem að ég var þar í 3 ár á Akureyri og keyrði alltaf á milli kvölds og morguns. Og það má telja það á fingrum annarar handar sem ég komst ekki hérna á milli. Fyrir utan það var eitt tímabil sem var uppmundi viku sem var alveg brjálað veður og það komst engin neitt hér, ekki eins og á milli húsa hér á Húsavík. Svo þess að það var nú ekki eðlilegt að menn færu mikið í víkuskarð á þeim dögum, en annars var fært nánast upp á hvern einasta dag á litlum fólksbíl hérna á milli. Svo þess að vaðlaheiðargöng voru nú ekki mjög nauðsynleg á þeim árum frekar en núna. Og ég fékk vinnu hjá norðlenska kjötiðinni. Það var svo sem ekki draumadjópið, en hérna ég gafst alveg upp á að keyra þetta á milli og komst að því að það var svo sem ekkert kannski alveg versti kosturinn að fara í kjötvinnsluna. Maður var þá hérna heima og það væri svona heldur tilbreytingarsnutt að saga frosið lambakjöt 8 tíma á dag, þá var það, ég var þannig tæp 10 ár í því. Ég byrjaði þarna sem sagt vorið 2005 og í sláturtíð 2006 að þá fór ég að saga, sem sagt, bændur þeir taka alltaf svo mikið af sínu fé sem þeir leggja inn í sláturhúsið heim til eigin neyslu
og ég var í því að saga niður fyrir þá frosið lambakjöt eftir þeirra óskum. Það var býsna skemmtilegur tími. Þessir 2 mánuðir á ári ég var í miklu sambandi við bændurna, þekkti án og suma hverja frá því að ég var hérna í mjólkinni og kynntist mörgum, stórskemmtilegu fólki alveg. Það var mjög skemmtilegur tími en svona þess á milli hinni 10 mánuðirnir voru svona heldur leiðinlegir. Í árslok 2014, eftir sláturtíð þá hætti ég og hætti endanlega þarna áramótin 2014 og 15 og sneri mér að því að verða bara iðjulaust gamalmenni í fullu jobbi. Já, það má segja það. Tónlist, það var mikið sungið. Það var gríðarlega mikið sungið. Það var ekki mikið spilað þarna. Mamma spilaði nú svolítið á orgel en vildi aldrei spila fyrir aðra. Þannig að ég man ekki til þess að hafa heyrt hana spila á orgel og það var ekki sem sagt mikið hljóðfæraleik en það var gríðarlega mikið sungið. Það var mikið hlustað á útvarp og sungið með því. En svona tónlist að urðið, ég meina svona æðri tónlist, ef við getum kallað eitthvað þýmlíkt, hún var óþekkt þarna en auðvitað sungin íslensk sönglög og svo dægurlög og annað þýmlíkt auðvitað æðri tónlist líka. Amma og afi, mamma og mamma og öll börnin og eiginlega allir sem komu þarna, það var alltaf verið að syngja. Meira og minna, þannig að við öll möguleg tækifæri. Það var mikið sungið náttúrulega jólin, jólalög og annað þýmlíkt og þannig að tónlist þannig lagað var mikið iðkuð þarna. Ég fékk trompet í fermingargjöf. Ég veit ekki af hverju ég var eina systkinið sem var gefið hljóðfæri, hvort að ég hef verið eitthvað þótt einhver vonapeningur í þeim efnum eða ekki, veit ég ekki, en ég fékk allavega trompet í fermingargjöf sem var að vísu bilaður og það þurfti alltaf að líma saman með límbandi, en hvað það, og ég fór í einhverju örfáa tíma hjá Geir Rakara á Selfossi. Það bara örfáa ár síðan ég var myndur á, ég fór einhvern tíma út á Svalir heima og blés í trompetin að kvöldidags, seinta kvöldi og nágrannarnir heyrðu þetta og hefur sjálfsagt ekki líka þessi músík mjög vel en þeir mundu þetta, það var eiginlega eina sem þeir mundu eftir mér á Selfossi, það var þegar ég blés í trompetið út á Svölu nótt. En lengri var nú og meiri var nú hræðu mín sem trompetleikari ekki. Svona 16 ára aldurinn eitthvað svoleiðis að þá kynntist ég saxófón. Það var leigjandi sem leigði forstofuherbergi hjá okkur á Hauðmörkinni á Selfossi sem átti saxófón og ég komst einhvern veginn í hann og náði undir eins undragóðum tökum á saxófoninn einhverju vegna. Hann var að léka alveg í höndunum á mér leið og þegar hann fór svo með sinn saxófón náttúrulega, pabbi sagði hann keypti saxófón handa mér. Gamla þýskan saxófón ódýran og ég fór að spila á hann sem sagt og hann setti mig í læri hjá Rögnvaldi Árgeirssyni og ég fór í nokkra tíma til hans suður Reykjavíkur. Hann sagði undir eins lýsti frati á þennan saxófón sem pabbi hafði gefið mér og útvegaði mér annan saxófón sem var miklu betri, tékkneskur Tone King sem ég á reyndar enn. Og ég var hjá honum í einhverjum tímum þarna, kannski nokkrar vikur, fór einu sinni í viku ef ég man rétt, suður til Reykjavíkur og hitti hann þar að læra á saxófón sem sagt. En svo varð ekkert meira og þetta í rauninni mín tónlistarmenntun þangað til svo kannski að ég fer að kenna sjálfur krökkum á saxófón og klarinett hérna í tónlistarskólanum hérna á Húsavík þegar ég kom hingað norður. Þá fór ég að læra að lesa nótur. Kominn 85 aldur. Og hafði svo sem þannig lagað, ég var svona stautandi kannski í nótunum, hafði aldrei lesið nótur í sjálfu sér fyrir þá. Og þurfti náttúrulega, því að ég var að kenna börnunum, þurfti ég að
vita kannski eitthvað örlítið meira en þau. Það var nú aldrei mikið meira sem ég vissi. Og þannig var það. Síðan fór ég í nokkra tíma líka með, ég var kennari þarna. Tónlistarskólinn styrkti mig til þess að fara í tíma hjá Sigurði Flósasyni eða í nám og ég fór nokkrar ferðar suður til Reykjavíkur til hans, 4 til 6 sinnum sem ég fór til hans og til þess að læra á saxofón og svona líka ekki síður kannski svona jazzhljómafræði ef hægt að orða þetta svo. Þetta opnaði mér heilmikinn heim af nýjungum í tónlistinni en ég náði svo sem engum árangri þannig en svona þetta opnaði fyrir mér þennan heim. Ég spilaði í danshljómsveitum, já eins og ég sagði áðan, fyrir allan tíma sem ég var á Höfn, þá var ég að spila eitthvað í danshljómsveitum. Eftir það hef ég ekki spilað í danshljómsveit. Svo byrjaði ég aftur að spila hérna þegar ég kom hérna norður og spilaði bara heilmikið í mörg ár og ég hef ekki spilað núna seinustu. Já, má segja kannski 8 til 10 ár sem ég hef nánast ekkert spilað. Já, það hefur nú verið sko náttúrulega svolítið undarlegt að það hefur nú farið á annan veg heldur en ég ætlaði mér svona því að bara skömmu eftir að ég hætti að vinna þarna snemma árs 1915 þá greinist mamma þín með krabbamein og hann kláraði sig af henni þarna á því árinu þannig að hérna var svona töluvert öðruvísi elli heldur en ég hafði eða hvað ég var að segja. Já, heldur en ég hafði ætlað mér. Ég hef nú verið sá gæfumaður bara að hafa svona nóg að gera. Ég hef alltaf og ævinlega dedúa eitthvað í svona laga til eitthvað í kringum mig. Ég var nýlega, náttúrulega til þess að gera nýlega hættur að drekka þegar ég hætti að vinna. Ég hætti að drekka 2011. Og hérna þannig að það var ekkert mörg ár í bindindi sem að mamma þín, blessunin, fékk að njóta. Annars var ég búinn að drekka brennivín í óslitið nánast rétt hálfa öld eða 50 ár. Og öll þessi fylliríis ár var ég til dæmis að, eftir að við fluttum á Húsavík og fluttum á Ásgarðsveginn, að laga til í garðinum hjá mér. Þetta gerði ég mestmegnis í örlæti, eða þannig lagað. Ég var alltaf eitthvað að gera. Ég satt aldrei einn að drykkju eða því líkt, heldur var ég að dedúa í garðinum, ég var að spila, ég var að hlusta á tónlist og annað. Og þessu hélt ég áfram og hef haldið áfram að laga til í kringum mig. Ég hætti að spila eins og þú segir, en ég er alls ekkert hættur að spila samt, ég ætla alltaf bara að byrja aftur. Ég hlusta svolítið á tónlist, ég les, ég er til þess að gera svona sæmilega sjálfur mér nógur, en þó get ég helst aldrei verið alveg einn. Það líkar mér ekki mjög vel. Kannski hefur það orðið kveikjan af því að ég fór að sækjast eftir félagsskap fólks annar staðar og í öðrum löndum og eins í öðrum heimsálfum og kynntist þar yndislegu fólki alveg sem að hafa svona gjörbreytt lífi mínu núna undanfarið. Já, það má segja ár þó að sé undanfarið ár og að þau hafa nú bara verið hjá mér núna í svona 1,5 ár eða svo. Það var mikið ævintýri og það var mikil já, svona ströggl og stríð getur maður sagt, ekki kannski beinlínis hægt að kalla það baráttu. Það var hvorki handalögmál eða neitt þvíumlíkt. En sko ég kynntist þeim í gegnum á netinu eins og gengur og gerist
og fór svo út að heimsækja þau hérna á haustdögum í nóvember 2016 og bjó þarna hjá þeim og mér féll mjög vel við þau, afskaplega vel við þau og ekki síst hafði ég mjög, hvað ég að segja, gaman eða já, að dveljast akkurat hjá þeim og fá að lifa þeirra lífi. Það hefði verið allt öðruvísi að fara til Afríku og vera á 5-stjörnu hóteli eða eitthvað því. Mér langaði bara ekkert til þess. Mér langaði virkilega til þess að búa hjá fólki sem átti heima þarna og lifa þeirra lífi, einhverju venjulegu fólki og því kynntist ég þarna eins og ég segi í gegnum netið og fór að heimsækja þau og já, það bara eins og þetta gerist með karl og konu, þau fella hugi saman og hvernig sem á því nú stendur að þá gerist það nú þannig og strákarnir líka, þeir virtust kunna ljómandi vel við mig. Ég ákvað það þá að bjóða þeim til Íslands til þess að vera hérna í smá tímamánuð eða kannski svolítið lengur. Þess vegna ef þeim líkaði að vera hér að flytja þá hingað til Íslands og skildi aðstöðu við það. Þá byrjaði nú strögglið því að það ekki heiklum hent fyrir fólk, sérstaklega ekki fátækt fólk frá Afríku að fá að koma yfirleitt inn á Schengen-svæðið sennilega. Þá var það aldeilis ekki velkomið og þegar við sóttum eða þegar þau sóttu vegabréfsáritun að þá fenguðu bara nei. Þú ætlar, þeir sögðu það bara nánast alveg berum orðum, þú ætlar bara að reyna að svindla þér inn á Schengen-svæðið. Það nákvæmlega það sem þú ert að reyna. Ekkert annað. Þú átt ekkert í Afríku, þú átt ekkert, þú átt ekki hús, þú átt ekki fyrirtæki, þú átt enga stóra bankaeininstæði, þú ætlar að yfirgefa landið, þú ætlar að taka börnin þín með og þú ætlar ekkert að fara heim til þín aftur. Við viljum ekki sjá þig. Ég var helvíti reiður og við ákváðum það bara að gifta okkur. Því að þá gátu þeir ekkert neitað þeim að koma. Og ég sé svo sem ekkert eftir því. Það stóð svo sem þannig lagað alltaf til að svona eftir einhver kynni ef við kynnum sæmilega vel hvort við annað að við myndum gifta okkur og þau myndu setjast fyrir að. Því að það draumur margra minnstakosti í Nígeríu og kannski í Afríku allri að komast til Evrópu, að komast út úr Afríku. Þessi neitun var til þess að ég fór svo aftur á vordögum 2018 og við giftum okkur með Kristopí hjá borgaralegri giftingu hjá dómaranum í Lagos. Og þar með hún var lögulega eiginkona mín hérna og við sóttum svo dvalarleyfi fyrir hana hérna sem hún fékk eftir langa mæðurindar. Það leiði næstum því heilt ár af ýmsum ástæðum sem að sumuleyti var þetta nú kannski okkur að kenna, við kunnum ekki á þetta kerfi en svo voru þeir nú hjá útlendingaeftirlitinu svona þér að segja allt saman indælis fólk sem þar vinnur en þeir eru ekkert voðalega mikið að flýta sér endilega. Þau komu semst hérna í júlílok í fyrra, 2019. Ekkert afspyrnu hrifin af veðráttunni kannski, en samt alveg ótrúlega þolinmóð að umbera hana, þessa veðráttu. Kannski hafa þau verið búin að búa sig nákvæmlega undir eitthvað svona. Þau koma hérna síðsumars og fyrsti veturinn þeirra einhver viðbjóðslegasti vetur sem ég man eftir á 75 ára ævi hér á Íslandi. Einhver alversti vetur sem ég man eftir að eiginlega öllu leyti. Og þetta semst fyrsti veturinn þeirra. En þau voru alveg ótrúlega þolinmóð. Ég dáðist alveg að þeim hvað þau voru þolinmóð og þoldi þetta vel og einhver tíma þegar það var búið að vera alveg glórulegur spilur í hálfa mánuð, 3 vikur eða eitthvað svoleiðis, þá sagði Róma þessi elska, hérna Grétar, hvenær verður þetta búið? Og ég kann nú bara einhver svarað, kann nú ekkert svarað því. Nei, en þau tóku þessu vel og kannski eins og ég segi var þetta eitthvað
sem þau voru búin að búa sig undir. Svona hlyti þetta einn að vera þarna einhvers staðar lengst norður í Bandarhafi, einhvern veginn svona hlytu vitindin að vera. En svo sem sagt kom sumar aftur og hefur verið þokkalegt og farið vel með þau og þau kunna ljómandi vel við sig. Auðvitað sakna þau síns heima, alveg eins og við söknuðum Íslands þegar við vorum í Danmörku og auðvitað miklu meira því að þetta eru gríðarleg viðbrigði fyrir þau sem var kannski ekki nærri því að mikið viðbrigði fyrir okkur að fara til Danmörku á sínum tíma. Danskan og íslenskan er ekki með sama máli, aðtöfum það. Þau eru að koma úr allt öðru málsvæði, þar sem allt önnur lögmál í raun og veru gilda. Ég hef aldrei verið fljótur að læra tungumál, ég er að reyna að berjast við að læra þeirra tungumál sem eru Jórupa. Afskaplega merkilegt og skemmtilegt tungumál, en gengur náttúrulega ekki raskat, sko. Svona eitt og eitt orðsamt og eitthvað, ég get sagt eitthvað svo lítið svona, en ég skil ekkert þegar þau eru að tala saman. Það er ekki neitt. En mér finnst mjög gaman að heyra þau tala saman. Þau tala eiginlega alltaf saman á Jórupa. Ég hef náttúrulega lifað alveg ótrúlega tíma. Þegar maður fer að hugsa aftur. Þegar ég var 10 ára, sumarið sem ég varð 11 ára, þá var ég í sveit hjá norður í Skagafirði, vestur í Skagafirði núna, í Deildardalnum í Skagafirði, Kambi á Deildardal. Og þar í dalnum var nánast að segja að það var slegið með orfi og ljá, það var rakað með hrífu, við vorum nánast aftur á landnámsöld í vinnubrögðum þarna. Þessu kynnti sér reyndar líka áður söður í Ölfusi hjá afa og ömmu í Einholti í Ölfusinu. En þarna sem sagt var alveg heil sveit, heilt byggðarlag. Það var einn traktor til. Hann var út á Hofsósi og hann var svona verktaki. Gunsi Balda hét hann, átti Ferguson traktor. Og hann var að koma og slá svona þessa smá bletti fyrir bændur sem voru véltæki. Eitthvað var nú slegið þarna líka með hestaslátturvél reyndar, en mikið af þessu var slegið með orfi og ljá og rakað saman, bundið í bagga og sett upp á hesta og reitt heim. Næsta sumar á eftir tók ég gríðarlegt stökk í þróun landbúnaðar á Íslandi. Því að þá fór ég í sveit austur á Mýrar í Hornafirði og þar var dráttarvél og traktor okkar með einasta bæ. Þeir voru svona langt á undan Skagfirðingum að þessu leyti. Nota bene í Deildardalnum var ekkert rafmagn á engum bæ, hvergi rafmagn. Á austur á Mýrum var rafmagn á hverjum bæ, heimarafstöð. Og upp á hverju hlöðutaki og allstaðar voru gamlir turnar þar sem hafði verið vindrellur rafstöð. Þannig að þeir voru búin að kynna sér og farnir að nota rafmagn árum og áratugum áður en að Skagfirðingar. En þarna sem stökk ég bara á einu ári, einhverju áratugi í tímanum. Og síðan svona náttúrulega með nánast allt saman, Ég man eftir, við fórum eins og til þess að spila frá Höfn, fórum að spila hljómsveitin austur á Fjörðum, austur í Breiðdal og austur á Fáskrúðsfirði, held ég hafi verið, fyrir framsóknarmenn. Við vorum með svona héraðsmót og fórum á bíl. Og ég ætla að lýsa fyrir þér vegakerfinu. Austur yfir Lónsheiði, inn og út Berufjörðinn og þetta var alveg dagsferð upp undir það. Við fórum að snemma mótni og vorum komnir rétt mátulegis til að spila fyrir framsóknarmenn kvöldið. Og þetta voru svolítið tróðningar sem við fórum eftir. Þetta er og eftir 60, 63, 45 á því árabili. Að þá eru þetta algjörar vegleysur allir Austfirðirnir, allavega Suðurfirðirnir. Breytingarnar á allan hátt eru þvílíkar. Stóru breytingarnar verða þarna á bilinu kannski 50, 55
og svo fram undir 65-70. Þar verða þessar gríðarlegu breytingar, sko. Jú, auðvitað hafa orðið breytingar, skip orðið stærri og eitthvað þvíumlíkt, sko. En þarna á stuttum tíma stökkva Íslendingar úr vinnubrögðum landnámsaldarinnar, má svo segja, og yfir í nútímann. Hvergi í heiminum, jú, ég lít í. En óvíða allavega í Evrópu hefur þetta gerst svona hratt. Já, þetta erfið spurning. Sko, stóra breytingin náttúrulega í mínu lífi það þegar ég hætti að drekka brennivín. Og það kannski svolítið undarlegt að það skuli vera þá besti tími lífsmins þegar ég missi ástkæra eiginkonu sem ég var búin að búa með í 50 ár. En samt sem áður varð sú breyting þarna 2011 haustið á mínu lífi að mér hefur liðið allt öðruvísi og miklu betur síðan með sjálfum mér. Ég, eins og ég segi, drakk nánast upp á dag í 50 ár og var algjör þræll áfengisins. Ég held ég hafi kannski alltaf verið svona svolítið gallagripur. Eins og ég sagði þér áðan að þá kannski héldu mamma og pabbi og aðrir að ég gæti orðið tónlistarmaður. Ég hélt það sjálfur, ég gæti orðið tónlistarmaður. En ég held að ég hafi verið síðan þannig gerður bara einhvern veginn að ég hafi aldrei getað orðið neitt. Annað heldur en að ég var. Ég hef aldrei getað einbeitt mér að einu eða neinu. Mér gekk mjög illa í skóla, í barnaskóla. Gekk þokkalega vel í mjólkurfræðingaskólanum. En sem barni gekk mér illa í skóla. Ég átti mjög erfitt með að einbeita mér. Eins var í tónlistinni, ég var fljótur alls staðar að ná árangri, mjög fljótur til, en komst aldrei lengra vegna þess að ég var einhvern veginn svo mannleysa að geta aldrei tekið sko, leið og ég var farið að geta spila þokkalega vel á saxófón, að þá var ég orðinn saxófónleikari. En það að einbeita mér að því að vera góður saxófónleikari, ég hafði bara ekki karakter í það. Og ég bara tek saxófónleiki sem dæmi. Það ekki svo aftur fyrir eins og ég segi eftir að ég hætti að drekka sem ég geri mér í raun og veru grein fyrir því hvað ég meingallað maður. Að þessu leyti og mörgu öðru. Alveg frá bara ég man eftir mér hefur þetta karaktereinkenni mitt, eða svo að segja, verið minn helsti akkillesarhæll. Að ég hef verið, eins og segi, fljótur að grípa allt og ná öllu. Ég var fljótur að læra að lesa, ég man eftir því. Áður ég fór að ganga í skóla þá voru allir undrandi á því hvað ég var fljótur að lesa og annað, en ég gat aldrei, einhvern hluta vegna gat ég aldrei, var ég mjög lélegur nemandi í skóla, mjög lélegur. Ég hef reynt að eyða öllum gögnum frá skóla og honum, en það kom í ljós einkunnabók einhvern tímann fyrir nokkrum árum sem eitthvað, ég held að Gunnarseyka hafi rekist á þetta og sagði, hvað þetta frá þér? Ég held að þú hefur verið svo góður í skóla. Ég tók bókina á eindinni alveg umsvifalaust og öðrum gögnum af þessu, en sem sagt að ég held ég sé ekkert voðalega vitlaus maður, en ég var aldrei námsmaður. Ég gat aldrei lært og gat aldrei, gat aldrei einbeitt mér að konsentrera mig að einu eða neinu. Ég var orðinn góður strax og þá var ég bara ánægður með það. Þetta var ágætt, þetta var gott. Bestu árin eru þess vegna kannski, já, eins og ég segi, þessi bara seinustu ár. Ég ekki að segja að öll þessi 50 ár hafi verið böl. Auðvitað voru þau full af yndislegum augnablikum og allt það með fjölskyldunni, með vinum og öðru. Ég sagði áðan að árin í Borgarnesi hafi verið mesta svona niðurlægingarskeiðin ævi minnar, en samt voru þau líka, þar voru svona augnablik sem voru mestu hamingju augnablik ævinnar, svona blandast þetta hvað öðru,
og það ekki hægt að taka út eitthvað ákveðið tímabil og segja þetta var gott tímabil og þetta var verra eða eitthvað þínir. Við eigum alltaf öll okkar döpru daga og svo gleðistundir. Ég hef verið heilsugóður til þess að gera. Ég ekki frá því að ég hafi komið mér upp eitthvað svona hjartveiki tíma, en hafi orðið eitthvað lítið úr því. Ég gert undir rannsóknar hjartsláttartruflanir og eitthvað þegar ég var ungur maður, en hef ekki fundið fyrir því síðan í sjálfu sér. Ég fékk magabólgur og einhvers konar og magasár og annað þegar ég var rúmlega 20, kannski 20-25 ára, og gekk með þann ófögnuð áratugum saman, sem hafði auðvitað gríðarleg áhrif á líf mitt, því að þetta hélt fyrir mér vöku nánast upp á hverja einustu nótt í ykkur áratugi, og það ekki fyrir hvað á ég að segja, fyrir svona 20 árum kannski, cirka, eitthvað svoleiðis, sem að ég verð fyrir því láni að sprakk æði í maganum á mér. Og ég skeit og ældi blóði alveg eins og það gerðist og var settur upp á sjúkrahús og dældi í mig blóði. En þá fóru þeir eitthvað krukka í mig og fyrir einhverja tilviljun bara þá fannst baktería sem ég man og ekki lengur hvað heitir, sem að þá var í sjálfu sér bara nýlega búið að uppgötva að það væri til, sem að fannst í maganum á mér, sem að sem sagt þekkt í þarmaflóru fólks og veldur magabólgum og magasári. Var svo tekið til meðhöndlunar. Ég var svo gæfumaður að hafa mjög verið spar á alla utanaðkomandi hluti annað en mat og náttúrulega brennivín. Ég hef aldrei tekið mjög lítið af lyfjum, pensilíni og eða nokkrum öðrum sköpunum hlut, verkjalyfjum með enn í 10 viku. Þannig að ég er settur á mjög sterkan lyfjakúr og þeir sögðu mér það að ég væri af því að ég væri ekki sem sagt vanur því að vera mikið á lyfjum, og þá ætti ég miklu meiri von með að þetta verkaði. Og það gerði það eitthvað viku að 10 daga kúr sem að frelsaði mig gjörsamlega af þessu og ég hef ekki fundið fyrir þessu síðan. Síðan þetta hef ég verið bara algjörlega hraustur maður. Hef aldrei fundið fyrir þessum magaverkjum síðan. Og öllu öðru leyti hef ég verið að slepptum þessari magakveisu minni sem ég gekk með það í 30-40 ár, hef ég verið heilsugóður. Þetta var þannig, ég ekkert að ljúga því, þetta var nánast upp á hverja einustu nótt að ég vaknaði með kölum. Og þetta hafði auðvitað líka áhrif á allt líf mitt, maður vaknaði ekki, ef maður sofnaði þá trassaði maður það að rjúka á lappir klukkan 6 eða 7 á morgnana, svaf þetta frammi. Já, hafði verulega neikvæð áhrif á allt mitt líf. Ég var alveg hættur að leita læknis við þessu, því að ég fekk aldrei neina lækningur. Já, ég var eins og ég segi svo ljómandi heppinn að sprakk í mér æð. Og var rétt dauður, ég missti svo mikið blóð. Áhugamál hafa nú í gegnum tíðina verið mjög mikið tengd músíkinni og þetta má segja að það hefur verið svona tónstunda gaman í gegnum tíðina að vera að spila og ekkert mikið að hlusta á músík. Mér finnst ekkert mjög gaman að hlusta á músík. Heldur finnst mér bara gaman að spila sjálfur. Ekki það ég spili svo vel, heldur bara það er bara eitthvað sem að gefur af sér. Alveg eins og manni finnst ostur betri ef maður býður hann til sjálfur, þá finnst manni líka meira gaman að spila heldur en að hlusta á aðra spila. Auðvitað er það mjög gaman að hlusta á góða listamenn á staði, en þetta er svona önnur, það er svona einhver annar faktor sem að. Nú svo var ég mikill golf áhugamaður tíma. Allan tíma sem ég var í Borgarnesi að þá spilaði ég golf alveg af fítonskrafti. Náði náttúrulega engum árangri þar frekar annar staðar en hafði gaman að þessu og þetta var mitt áhugamál þá á þessum árum. Þá spilaði ég ekki neitt á hljóðfæri en spilaði golf. Og svo skipti þetta alveg yfir aftur þegar ég kom hingað. Ég hef nánast ekki spilað golf eftir ég kom á Húsavík en fór þá aftur að spila hljóðfæri.
Önnur áhugamál hafa svo sem verið ýmiss konar. Það má kannski segja að það sé áhugamál að rækta garðinn sinn. En þó það þar eins og annars staðar ég geri þetta meira svona, mér finnst gaman að láta líta svona sæmilega þokkalega út í kringum mig og þrifalega. Ég ekki þannig ég hef ekki sökt mér í jurtafræði eða neitt sínumlíkt. Gönguferðir eru kannski ekki beinlínis áhugamál, en ég fann það strax og hef alltaf verið duglegur að ganga. Ég hef gert það mér til hressingar og ánægju að labba bæði svona út í náttúrunni og svo labba ég yfirleitt allt sem ég allra minna ferða hérna innanbæjar fer ég gangandi, og jafnvel þegar ég er í Reykjavík þá geng ég þar klukkutímum saman frekar en að fara í bíl. Önnur áhugamál eru, ég hef alltaf verið lestrarhestur, lesið mikið. Mér alveg meinilla við sjónvarp. Sjónvarpið svo, það kemur alveg svona, klessist einhvern veginn framan upp í andlitið á þér og nuttar því svona, og þú átt aldrei neitt séns. Og ég vil miklu frekar að lesa fréttir í dagblöðum heldur en að út af fyrir sig alltaf að hlusta á útvarpi, en að horfa á fréttir í sjónvarpi algjör hörmung. Þar eru aldrei fréttir. Vegna þess að það eins og ég segi, það dæla þér þessu svona framan í þig og þú færð aldrei tíma til þess að hugsa fréttina, vegna þess að leið og það búinn, þá komin einhver önnur frétt. Tekur alla athygli frá því sem þú varst að horfa á það. Ég steinhættur að horfa á sjónvarpsfréttir. Hef ekki gert það í mörg ár, áratugi. Einhvern tíma fyrir mörgum árum þá hringdi þeir í mig frá Morgunblaðinu og buðu mér fría áskrift af Mokkanum í einhvern tíma. Og ég sagði þeim það þá að þakkaði bent fyrir gott boð, en ég vildi það ekki. Ég hef ekki opnað dagblað síðan Þjóðviljinn hætti að koma út á sínum tíma. Og þeir skildu þá sko vel og hættu að bjóða mér áskrift af Mokkanum. En ég les hins vegar Stundina, sem mjög gott blað, því að þar eru alltaf, það eru langar greinar hvert mál. Þeir eru að fjalla eitthvað mál og þeir skrifa bara heila síðu alveg. Það gott. Þú þarft ekki að lesa þetta endilega, en ef þið langar til þess að vita eitthvað málið, þá það þarna. Þá lestu það og lestu og þú ert alveg inni í málinu. Þetta ekki bara fyrirsögn, eða bara upphrópin í sjónvarpi eða útvarpi. Venjulegur dagur nú kannski óskup svona tilbreytingalítið. Ég vaknaði náttúrulega á morgnana. Núna eftir að þau koma þá vaknaði ég við nokkuð snemma. Ég elda hafragraut handa strákunum áður en ég fer í skólann og við borðum alls saman hafragraut á morgnana með rúsínum og sykri og skýri, það er skýrhræring. Og svo svona undir hælinn lagt hvað ég geri næst. Stundum fer ég svona 8-leytið og legg mig aftur, kannski til 9 eða 10 eða eitthvað svoleiðis. Stundum fer ég út, kannski til þess að taka eitthvað til í garðinum eða eitthvað þvíumlíkt. Nú fara í búð og hlusta á fréttirnar í hádeginu, fara í búð og kaupa til heimilisins og annað þvíumlíkt. Ég hjóla eða labba. Ég geri ekkert mikið af því að hjóla og labba bara til að hjóla og bara til að labba. Ég labba út í búð eða hjóla út í búð. Ég labba eða hjóla ef ég þarf allra minna erinda. En ég sjálfur sér ekki að labba af því að ég þarf að labba. Heldur labba ég af því að ég þarf að gera eitthvað. Á kvöldin lesum við kannski saman svolítið á íslensku og förum í heimaverkefni hjá strákunum þegar þeir eru í skóla. Ég reyna að halda þeim við lestur á íslensku og það gengur ljómandi vel. Ég les yfirleitt alltaf eitthvað sjálfur á kvöldin. Mér líður bara vel og þrátt fyrir allt svona þokkalega ánægður með sjálfan mig. Þrátt fyrir það að maður sé búinn að klúðra öllu sínu lífi að þá svona reynir maður að halda í hreiturnar og gera eitthvað gott úr þeim. Og eins og ég segi, ég ánægður, mér líður vel. Það þetta bara fram á mig.
Ég hef alltaf verið draumóramaður og alltaf dreymt stóra drauma. Núna held ég svona seinni árin að ég held að ég sé, kannski eftir að ranna af mér hef ég uppgötvað það að ég er engin afreksmaður á neinu sviði og ég kem ekki til með að vinna neina afrek. Það sem mig langar til eins og ég sagði áðan að svona þessar hreytur sem eftir eru af einni mannsævi að það geti liðið svona sæmilega skamlaust. Auðvitað langar mann, ef maður langaði eitthvað, ef maður gæti það, þá hefði ég stuðlað að heimsbyltingu sem er svona smá hliðargrein í draumórum mínum. Sko ég er búinn að kynnast það vel heiminum að það er fullt þörf á því að umbylta þessu mannfélagi, en ég held að það sé alveg þýðingarlaust því að maðurinn bara í sjálfu sér er þvílík endemis skepna að ég held að henni verði ekkert við bjargað, sko. Þetta er svona gallagripur, sko. Þetta er náttúrulega þvílíkt að sjá, sko, misrétti og óréttlæti allt í kringum sig, að maður, sko, sofnar stundum bara grátandi á kvöldin yfir þessu og auðvitað langar mann til þess að breyta þessu, en ég held að það verði aldrei hægt. Aðal áhugamálum mínum kannski hefur alltaf verið, en mjög mikið núna seinni ári. Hvernig varð þessi skepna til eiginlega? Þessi dýrategund, maðurinn. Og ég les bókstaflega allt sem ég finn upprunina og hvernig þetta hugsanlega hefur getað farið svona hræðilega. Sem sko mesta meindýr jarðsögunnar verður til vegna þess að hann er gáfaður, en kann ekkert að nota gáfuna. Hann getur allt, hann kann allt, og hann gerir allt, en hann veit aldrei hvað hann er að gera. Það vantar, í sjálfu sér hefur mannsheilinn ekkert þroskast, sko, kannski síðan hann kom niður úr trjánum, það sé hæfileikinn til að hugsa. Síðan verður þróun, þú kynnist þessu og þá þekkir þetta, þá getur þú að hugsa næst eða eitthvað svoleiðis. Svoleiðis verður þróunin. En hæfileikinn til að hugsa, honum hefur farið fram. Og svo geta hann gert allan djöfulinn og svo fer allt til afskotans hjá þeim og þá segir, æjæ, var þetta svona? Það prófum bara eitthvað annað, sko. Já, það bara prófum eitthvað annað. Þetta var helvíti eftir spurning. Hvernig öðlast maður hamingjuna? Já, hvernig öðlast maður hamingjuna, sko. Það er nú það. Ég heyrði einu sinni einhvern segja, sko, að vonin væri í rauninni mesta böl mannkynsins. Og því að sá sem alltaf er að vona eitthvað, hann verður alltaf fyrir vonbrigðum. Hann vonar alltaf meira í raun og veru heldur en hann fær nokkuð tíma. Já, hann vonar alltaf eitthvað meira heldur en mögulegt er í sjálfum sér, sko. Og það að vona og vona. Þetta er kannski illa aðstæðanlega orðað hjá mér, en þetta gerir það verkum kannski að menn svona fara að heimta meira líka. Þeir heimta meira heldur en þeir eiga skilið og heldur en þeir geta nokkuð tíma öðlast. Og þeir taka jafnvel það sem ekki er til, eins og þegar núna erum við að taka til dæmis af gæðum jarðarinnar, sko, eitthvað langt fram í tímann. Við erum að taka lífsgæði frá börnunum okkar og barnabörnunum okkar, af því að til þess að við getum uppfyllt okkar drauma og vonir. Vonin, sko, vonaðu ekkert, sættu þig við það sem þú hefur. Sættu þig við, ekki kannski, þetta er líka afstæðanlega orð, það á ekki að segja sætta sig við. En horfstu í augu við hvað þú getur og hvaða möguleikar eru til án þess að ganga á möguleika annarra. Er þetta einhver íspekki? Þetta var klaufalega og kauðalega orðað og enginn skilur þetta væntanlega sem ég er að segja.
En sko vonin gerir menn heimtufrekar. Ég ekki að segja að menn eiga að henda frá sér öllum vonum og menn eiga að vona auðvitað að einhvern tíma verði lífið betra og eitthvað svoleiðis. Við eigum hins vegar ekki að vona það að við komumst best af öllum. Við eigum að ég veit það ekki. Ég held ég hafi enga almennilega reglur handa þess. En fyrst og fremst bara gerðu þið líka ánægðan með farðu suður til Afríku og horfðu á fólkið sem ekkert á og á enga von og horfðu á það brosa. Það er það. Það er mesta fegurð sem maður sér. Og þögnin hverfur allt of fljótt. En þó að augnablikið aldrei fylli stund, skaltu eiga við það mikilvægan fund. Því að tár sem þerrað burt, aldrei nær að græða grunn. Líttu sér hvert sólarlag, sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Að tímans köldu fjötra enginn flýr, enginn frá hans löngu glímu aftur snýr. Því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Líttu sér hvert sólarlag, sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Líttu sér hvert sólarlag, sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Aftur bara takk fyrir og við erum glöð og kát. Það er virkilega ástæða til þess að vera glaður og kátur í dag og alla daga. Takk ykkur fyrir komuna.